Velkomin að Grísará. Hérna erum við með litla fallega flugvél sem á ættir að rekja til Englands. Þessi flugvél heitir Hilly Bee. Hefur nú ekki fengið sér íslenskt nafn ennþá. Og hún hönnuð af Steve Holland, vin okkar frá Englandi, sem kom hérna í sumar og skemmti okkur með alls konar flugi og þar á meðal á svona flugvélum, og hann sýndi okkur alveg ótrúlegar flugkúnstir á þessu tæki. Þó að flugvélin sé í rauninni eins einföld eins og hægt að hafa hana. Vængurinn beinn, hann 90 cm langur, það segja vænghafið 90 cm, og það engin hallastýri á vængnum. Einu stýrin sem eru fyrir utan náttúrulega mótorinnggjöf að það hliðarstýri hér og hallastýri, ekkert annað. Síðan á ég eftir að setja mótor, þannig ég hef ekki fengið mótorinn ennþá, en því verður bjargað og þá mun ég koma þessum mótor hérna fyrir. Það afskaplega einfalt að setja hana saman, en það smávegis að velta fyrir sér hvað maður að gera þegar maður gerir þetta. Við skulum skoða hvernig þessi flugvél smíðuð. Það eru engar leiðbeiningar, það eru engar teikningar. Ég ætla að reyna að setja þetta saman. Og svona fljótt á litið þá fyrir þetta að vera vængurinn. Hérna skrokkurinn og þetta stélið. Við skulum byrja á stélinu. Hérna eru allir hlutarnir sem þarf í stélið og við skulum byrja á stélkambinum. Til að ekki fara nú á milli mála þá hefur Steve merkt þetta hérna með orðinu Finn og ör sem bendir fram á við, en við þurfum náttúrulega að fjarlægja þetta, þannig að ég setti límband með ör hérna á svo ég viti hvað fram. Það líka afturbrúnin skáskorinn hérna, frambrúnin rúnnuð. En nú skulum við líma þetta niður. Ég með plast hérna undir til þess að þetta festist nú ekki við borðið mitt, og við notum auðvitað trélím. Þá stélkamburinn kominn. Stélflöturinn eins, skáskorið aftan, rúnnað að framan. Við erum hérna enda og miðju og 6 rif. Þannig að byrjum á því að líma bara þetta hér. Það er ágætt að setja miðjuna inn strax.
og svo eru rifin. Svona, þetta var nokkuð erfitt. Nú er allt stélið komið, nú þarf það bara að fá þarna